Sælulsumul. Sæll og blessaður. Þáttur númer 15 og við ætlum að byrja á að uppljóstra smá leyndamáli. Við erum búin að vera aktífir í allt sumar, gefa út þætti í allt sumar á meðan önnur podcast nánast hvert eitt og einasta fer í sumarfrí. Þá erum við sko ekki að láta hanga okkur á okkur þannig rugli. Nei. Mættum í hverju viku, tökum upp nýjan og ferskan þátt. Nei, það gerum við ekki. Við vorum búin að taka þetta upp fyrir löngu síðan og vorum að setja gamalt efni í loftið einu sinni í viku. Ekki gamalt efni. Jú, alveg allt upp í mánaða gamalt. Já, ég vissi ekki að það væri svona augljóst fyrir en einhver bendi mér á eitthvað sem ég man nú ekki alveg hvað það var og sagði við mig já, þá sem ég fatt að þetta væru alltaf því mánaðar gamlar upptökur. Ok. Já. En það var eitt sem var eitthvað býtu ég sá þig bara, þú veist, fyrir 5 dögum og þá varstu búin að raka þig og svo var ég að horfa á nýja þáttinn og þá varstu með svaka mottu, þú veist þetta hratt og ég eitthvað, nei, raka hana fyrir 4 vikum. Já. Þetta var svona tímaflakking gangi. Já. En þetta var hugmyndin hjá okkur var að hvað að segja, við tókum upp 2 þætti í einu alltaf í 1 mánuð til þess að eiga auka mánuð. Já, þetta var hörku vinna. Ég náttúrulega var á Tenerife. Jú. Þú kom með smá hreim eftir að hafa verið úti svona lengi. Svona spænskan hreim. Já, ég er mjög áhrifagjarn og næstu í týnd í íslenskunni Já. Nei, það gerði ég nú ekki. Já, ég var úti já í 4 vikur með 3 börn. Aldrei séð jafn þreyttan. Bara hvað er að okkur? Ég veit það ekki. Í alvörinni? Bara galin hugmynd. Að halda það að þetta yrði eitthvað næs. Já. Ég gjörsamlega týndist í draumum mínum sólina. Já. Sem vissulega var þarna. Já. En börnin mín líka. Já. Og við ætlum ekki að tala um börn hér. Nei. En þau voru þarna og hér er ég mættur og er mjög glaður að sjá þig. Sömuleiðis. Og ég er mjög glaður með það að við séum farnir að taka upp efni aftur. Já, nýtt efni núna. Já, og við erum bara svo fólk vitið að við erum á sunnudagskvöldi og klukkan 11 kvöld. Þátturinn kemur út klukkan 7 fyrir málið. Já. Brakandi ferskur. Já, nú bara fær fólk brakandi fest efni. Já. Engar gamlar upptökur. Nei. Og við höfum aldrei verið betri. Nei, sammála. Þátturinn er búinn, bara frábær. Það er sko hörku vetur framundan í hlaðvarpinu 2 kallar. Já. Það verða nýjungar. Já. Það verður áfram allt að gerast. Já. Og mér langar að segja eitt árinu hendum okkur í eitthvað. Já. Að nú er þetta verkefni 2 kallar. Í grunninn byrjaði þetta sem eitthvað svona grín í rauninni og ég og þú eitthvað fíblast með það 2 kallar og vera með hlaðvarp og eitthvað svona. Ég hætti með hlaðvarpið mitt kallmennskan og ég er eitthvað svona með Sóleyju og með Huldu og svo fyrir við eitthvað að brasa hérna í maí. Mér finnst það búin að vera miklu lengri tími samt. Já. En þetta var í lok maí, er það ekki? Þú kemur heim? Þetta var í byrjun maí. Ok. Og ég verða vikinu, ég sá ekki fyrir mér, númer 1 að þetta yrði svona alvarlegt hjá okkur. Það yrði lagður svona mikill metnaður og vinna og þetta yrði svona djúpt sem að ég veit ekki hvort að fólk sé búið átt að sjá það en ég held að átt að sjá því og þetta er alls ekkert grín. Nei. En vonandi líka alveg gaman. Það er líka grín. Já, alveg gaman. Og berskjöldun. En sko í samanburði við verkefnið kallmennskan, hlaðvarpið kallmennskan þá
er þetta verkefni sannlega allt öðruvísi og ef að segja minna í sniðum á svona public skala Já, hins vegar, og það var meðvitað og viljandi og eitthvað svona af því að formúlan til þess að vera með 10-15.000 hlustendur og þátt er allt önnur heldur en þetta og það bara, við vitum það en það er það ekki markmiðið sjálfur sér. Hins vegar kemur það mér alveg ótrúlega óvart hvað það er mikið af fólki að hlusta já, og mikið af köllum að hlusta já, og svona ótrúlegasta fólk. já. Það er alltaf að hitta eitthvað fólk sem að bara kemur svo mikið á óvart að Já. hafi hlusta á þess að þætti Já, og fyrir að tala um það, ég bara, hvað er þú að hlusta á þetta? bara, já. Og ég man ekki, var ég búin að segja það, var ég búin að segja þér það, var ég búin að segja þessum þætti þegar ég labbaði henni í blokk, var að sækja dóttir mína eða eitthvað. Veit ekki. Ég labbaði henni í blokkina og þar var einhver svona dittað hurðakarminum. Jú. Var ég búin að segja það hér? Það var svo fegin að það var alltaf lægið þá hann dytti út í 10 mínútur. Nei, það var annars. Nú, var þetta annars? Nei, það var annars. Ok. Þetta var bara random maður sem að því að ég automatist sjálfkrafa held að kallar sem að eru á aldur við mig eldri sérstaklega vera að ditta að einhverju, svona iðnaðarmenn, þá held ég, ef þeir vita hver ég er, þá fyrirlítið þær mig eða hati mig. Það er svona sjálfkrafa sem ég held. En það oft rétt. Allt í góðu. Nema hvað, þarna er ég eitthvað, maðurinn er að dittað og ég kem inn og ég segi svona, afsakið hann með svona í eyrunum, eitthvað svona, Varum með peltor. Já, Já. og ég lappa svona fram hjá hann og hann horfir svona á mig eitthvað, ok, byrju, er hann að eitthvað, hvað er að gerast þetta? Og þá segir hann, herðu, ég var nú bara að klára að hlusta á þáttin ykkar og ég svona, hvað þátt? Já. Þannig að 2 kallar eða eitthvað. Ok. Og ég er svona, Þetta er maður sem þú þekktir ekki neitt? já, bara ekkert. Nú, ok. Og ég svona, já, ok. Og ég man ekki hvað þáttur þetta var, hann var ótrúlega ánæður. Já. Ótrúlega ánæður með hvað við varum að taka fyrir Já. og hvernig við varum að spjalla saman. Já. Og ég bara varð orðlaus. Já. Mér finnst alveg magnað. Já, fyndið. Já. En svo er líka mjög margar konur sem er að hlusta líka, sko. Já. Samt að það er enga veginn markhópurinn. Nei, En verður það samt eiginlega automatist? Sjálfkrafa? já, út af því að við erum að tala um samfélagsmál Já. og út af því að við erum berskjaldaðir og einlægir og þá held ég að og mögulega, ég veit ekkert en ég ímynda mér að almennt séu kallar frekar að hlusta á eitthvað annað en svona. Ég ímynda mér það. Já. Það er að hlusta á upptökur af Harmageddon frá 2006. Ég veit það ekki, nei. Ég held að það sé svona automatist það sem að fer í gang þegar hugsa um mann að hlusta á eitthvað í peltor. Já. Þá er það, hann að hlusta á X977 í útvarpinu Já. og keyrum á fjórhjóli. Ég veit það ekki, en ég mynda mér að hann sé að hlusta það mitt á X-ið eða eitthvað svona fótbolta, hlaðvarp eða eitthvað þannig. Já. En þetta eru bara getgátur. Já, og fordómar. Eflaust. Já. Byggðir á reynslu. En ég tek undir þetta. Mér finnst sjokkrandi hvað mikið af fólki sem nennir að hlusta á þetta. Já. Af því að þetta var alltaf, ég leit alltaf á þetta sko frá upp að þetta er bara eitthvað, fer bara einu sinni viku og er að spjalla við Þorstein, þetta er bara svona hobby. Já. Undirbý mig aðra hvora viku í svona klukktíma. Já. Ef ég er með eitthvað. Einmitt. Og hitt skemm bara. Einmitt. Hitt er bara að kíkja inn í sálina. Já. Og spyrja sig, er ég tilbúin í þetta? Já, og einhver djöfisins auglýsingar sponsora eða eitthvað nema að borgi mjög vel. Já, sem að verður sennilega Nei. aldrei. Nei, jafnir þessi mál er ekki eitthvað frá að komast í tísku á með viðurlefandi. Jú, Það er langt í það held ég. Já, það eru nokkur árið það. Ég held að við verðum nú alveg á lífi en við verðum orðnir mjög gamlir Já. þegar það fyrir tísku aftur. Og þá verðum við svona ógeðslega gamlir, betrir og reiðir af því að þá fer fólk að fatta aftur Shit, Það hvað við verðum leiðilegir 80 ára kallar. það sem að því að í dag er verið að fatta aftur það sem var verið að fatta í kringum 1960-70 Já.
og svona sjómlar eins og ég eitthvað, hei, kallmennska bara eitthvað Það gengur allt í hringi. Já, Líka, þú veist, þetta er ekki bara tíska hjá grunnskólakrökkum Nei. sem fer bara í 30 ára hringi, sko. Nei. Það er svo miklu meira en það. já, allt fyrir hringi Eitthvað. Hendum okkur í þetta Ég ætla að bjóða þér upp á nýtt hugtak í dag Ok. Kannski hefur séð þetta, ég veit það ekki en þetta hugtak er man-keeping Man-keeping. Já, Ok. hefur heyrt það? Ég held mögulega bara ekki. Nei, ég ætla hann að hafa aldrei heyrt þetta og ég ætla að byrja á því að þakka ég rekna með hlustand okkar maður sem að ég held ég þekki ekki en ég er reynda mjög ómanglagur kannski þekki hann en hann allan var alltaf með sem vinn og á Facebook og sendi mér skilaboð Geðvegt. hann Gestur Svavarsson Og vildi hann að þetta verið tekið fyrir? hann sagði eitthvað sæll og benti mér á grein í New York Times Ok. þar sem að rosalega var þetta vond róphaukur Ég var að borða alveg rosalega mikinn hvítlögg á hann. já, ég Bara gjöra svo vel. takk fyrir, ég held ég að fengi bara bita upp í mig herðu, já, Gestur semst bara kom með þessi ábendingu og laði til að við myndum nú kannski taka þetta fyrir í eitthvað Já. og ég kíkti á þetta og þetta var heldur betur gott efni Ok. Man-keeping, þetta er grein sem birtist í New York Times bara núna í júli, Já. lok júli eftir Catherine Persson hugtakið man-keeping sem hún er að fjalla og ástæðan fyrir að hún fjallar þetta þannig sem pisslega grein í New York Times er vegna þess að hún hafi verið að sjá þetta á samfélagsmiðlum þar sem að fólk var að tala man-keeping og var að lýsa þessu eitthvað svona og hún vildi kanna hvort það væri eitthvað til í þessu hvort það væri bara eitthvað kjaftaði eða hvort það væri eitthvað innihald í þessu og kemst að því að hugtakið er semst frá Angeliku Puccio Ferreira sem er doktor frá Stanford háskóla og hún skrifaði grein sem að fjallaði þetta man-keeping sem að ég ætla að segja ykkur aðeins frá núna sem er Hvenær kemur þetta út? Hvað er þetta langt, gamalt hugtak? þessi Cirka. grein kemur út 24 Þetta er bara glænýtt, ok. held ég alveg öruglega ég man það ekki nákvæmlega, þetta er allan að þetta er ný Mjög grein, nýlegt, ok. já, þetta er bara fyrsta grein doktorsverkefni hennar, þetta er eitthvað svona og hún var að tala hérna emotional work og hún var að tala já, tengskalla og eitthvað annað. Ok, man-keeping er þegar konur þurfa að sinna tilfinningalegri og félagslegri vinnu við að styðja karla í að viðhalda og efla tengsl við vini og vandamenn hafa frumkvæði eða tengja saman, hvetja til samskipta þetta er semst umorðað mér og líka hlusta á vandamál þeirra og greina eða leiðbina. Þetta er að segja síni sínum að fara út að leika við vinni sína. Þetta er svolítið þannig Ok. eða, og nú ætla ég að umorða og gera að mínu og vísa í eina vinkonu mína sem kallaði svona þar að segja þegar maður er að dömpa svona vandamálum á einhvern og jafnvel æla yfir einhvern alls konar að þá er maður að nota magasinn sem andlega ruslatunnu. Ok, gott hugtak. Já, mér finnst það mjög gott og lýsandi hugtak andlega ruslatunna. Þannig að konur eru andlega ruslatunnur fyrir kalla vegna þess og þarna kemur svona grunn ástæðan sem að þú hefur meðal annars fjallaði og það er að kallar eiga enga vini að kallar eru einangraðir og bara eiga ekki vini og í þessari rannsókn þá til dæmis verið að bera saman reyndar í Ameríku árið 1990 voru 23% kalla sem sögðast ekki eiga neitt vin árið 1990 og mér minnir að það veri 40-50% sem áttu 10 eða fleiri vini árið 1990. Þú varst með þessar tölur í einhverjum þætti, mann ég, svona mjög svipuðum skala. Í dag, ég man ekki hvað samanburð árið er 21 eða 2, þá 15% kalla eiga engan vin. Frá 2% cirka til 15% kalla eiga engan náinn vin. Eða bara enga vin, það var spurningin.
þannig að það er aukin einangrun og þetta er líka rakið til svona einhverja samfélagsbreytinga, þú veist, samfélagsmiðlar, hvernig kúltúrun hefur bara breyst frá því sem að var það sem að voru til dæmis tengt vinnunni og ég skrifaði þetta ekki niður, þannig ég bara svona rifja upp eftir minni að því maður það svo áhugavert ástæðna fyrir þessari svona auknu vinaleysi kalla er rakið til þessara samfélagsbreytinga, það sem að kallar í rauninni fara ekki lengur sjálfkrafa inn í svona tengsl heldur eru þau meira einangraðir þú veist, ég tengi þetta einhvern veginn við svona mitt eitthvað svona geðring í vinnunni, eitthvað svona sem að tengist einhverju social activity sem er dottið út, man bara ekki hvað dæmi voru tekin og ég er að reyna að kjarna sérst hvers vegna þetta kemur okkur við og af hverju við þurfum eitthvað að pæla í þessu og höfundur þessara greinar tók skýrt fram og líka pislahöfundurinn að þetta hugtak man-keeping, þetta er ekki árásar að kalla og það er ekki verið að reyna að gera lítið úr köllum heldur er verið að ávarpa einhvern veruleika sem þarf að bregðast við og hann þetta er svona enn eitt sem fer á, hvað að segja svona hugrænu hliðina hjá konum í kona-karlsamböndum þetta er náttúrulega nátengt þriðjuvaktinu og við náttúrulega einhverju leiti ávarpum þetta í þriðjuvaktar bókinni en þannig komið svona mjög núansað og svona alveg bara undirbyggt sko hugtak, man-keeping sem var í gaman að íslenska en þetta skiptir máli vegna þess að þarna er vinna og álag sem leggst á konur þar sem að konur er að axla þessa ósýnilegu, ólaunuðu, tilfinningalegu og félagslegu vinnu fyrir kalla sem að hefur þar afleiðingar að tími kvenna skerðist sjálfræði að sjálfstæði þeirra og veljan þetta hefur áhrif á konur þannig. Númer 2 af 3 sko þessi félagslega einangrun kalla er náttúrulega viðurkennt sem samfélagslegur vandi. Það er eitthvað í gangi sem að veldur því að kallar eru félagslega einangraðir en þegar kallar sem treysta eingöngu á konu, makan sinn eina konu sem þeir eru með fyrir tilfinningulegan stuðning að þá veikjast vinatengst þeirra við aðra kalla og samfélagslegt net minnkar. Númer 3 þetta viðheldur kynjuðumisrétti sem styrkir hefðbundin kynhlutverk og viðheldur þessari dæmigerðu umönnunar og tengsla vinnu sem að er bundin við konur þar sem að þær eru orðnar umönnunar aðilar fyrir kallana sína og farnar að hafa frumkvæða að því að heyrðu nú í vinnuðinum og hafa frumkvæða að því að jafnvel, þú veist, þau taka dæmi að fara í frí, skipuleggja frí og eitthvað svona það sem að þarf að gera og hér kemur á lúkningunni og mér langar síðan bara aðeins að ræði þetta, þú veist, í samhengi við okkur og hvernig þú tengir við þetta að höfundur bæði pistilsins, hún Catherine Persson og höfundur greinarinnar Angelica Puccio Ferreira sem að reynda að skrifa þessa grein með öðrum, ég held að þessi kall sem er meðferðaðali er að meðferða fjölskyldur og kalla í Bandaríkjunum hvað þarf að gera að það þarf að horfast í augu við ógaglegar karlmennsku hugmyndir surprise það þarf að horfast í augu við og breyta þessum viðmiðum karlmennsku sem að hefur þau áhrif að kallar að leita síður í náintengsl við karlkins einstaklinga það er alltaf sama stefið þegar við erum að tala um svona samfélagslegum vandamál kalla þetta tengist karlmennsku það er mikilvægt fyrir menn að investa í tilfinningalegri vináttu þar sem að þeir eru að berskjalda sig þar sem að þeir eru að ekki beint að dömpa vandamálum sínum en hleypa mönnum kallkins einstaklingum inn að sér, þú veist, nær sér við höfum oft, og það er oft grínast með þetta, hvað er að frétta, ég er bara góður allt þetta, þannig að og þetta þarf ekki að gerast bara núna tala ég ekki um neitt og svo ætla ég bara að fara að dömpa öllu á
þú veist, þau taka það sérstaklega fram að þetta gerist í bitum. Við töluðum í einhverjum öðrum þætti, ég var að reyna að flætta upp, ég fann það ekki, þá vorum við að tala minnir að vera eitthvað sem að ég var með það sem að það er akkurat verið að tala sko, það var einhverju grein sem ég las að þetta með að sko að konan verði eini trúnaðarvinur Okay. það er svo hættulegt minnstur Algjörlega. og algengt minnstur. Já, bæði fyrir konuna, þar að segja hefur áhrif á hennar lífsgæði og ekki síður fyrir kallinn, sérstaklega ef þau hætta saman. Já, það var ekkert haldreipi lengur. Nei. Þannig að þetta er alvarlegt sko. og engin svona já, bara svona eitthvað svona trúnaðarsamband við neitt annan. Nei. Veist, það er svo galið. Já. Þannig að þannig að kallar þurfa að leggja sig fram við að investa í þessum tengslum. Já. Og svo taka það líka fram og síðasti punkturinn hérna sem að ég tek allan fram að það er engin einstaklingur sem að getum mætt öllum þörfum okkar. Þú veist, við þurfum að reiða okkur á fleiri. Með öðrum orðum, maki minn getur aldrei mætt öllum mínum tilfinningalegum og félagslegum þörfum. Ég þarf fleiri resursa. Já. Og kallar þurfa almennt fleiri resursa. Já. Hvernig tengir við man-keeping? Er konaðin man-keeping? Nei, það held ég alveg örugglega ekki. Þú ert alveg viss bara. Já, Já. ég held það sko. Hver er þín andlega ruslatuna? Það hver er þín andlega ruslatunna? Ég held að sé að auðvitað er það miklu leiti kona mín, skilur, en ég held að sé alls ekki eingöngu hún. Ég er svona, ég er alveg að vanda mig við það, þessi ekki þannig. Nei, ég meina nú hefur það komið fram að við erum báðir svolítið einangraðir. Já. Við erum báðir dálítið lokaðir, prívat. Já. Lítið fyrir smóltók. Já, ég er kannski bara almennt lítið fyrir fólk. Já. Það er eiginlega meira þannig sko. Finnst eiginlega yfirleitt fólk ekkert mjög spennandi. Já. Nei, þannig að þá er ekkert skrítið að maki okkar verði þessi aðili. Nei. En maður samt ég held þó svo ég sé að kynast þessu hugtaki sko í fyrsta skipti núna, þá held ég að ég hafi samt alveg verið með þessa hugmynd í hausnum áður og ég hafi alveg verið sko já, hvað að segja, meðvitað og mögulega eitthvað ómeðvitað að passa mig að festast ekki í þessu algjörlega svona tveggja aðila sambandi sko. Já. varðandi trúna og traust og svona dumping og svona hvað að segja, tjáningar þörf á þessu sviði sko. Að það má allavega ekki verða sko íþingjandi. Nei, ég speglaði mig þegar ég var að grúska þessu og rifjaði upp að fyrir nokkrum árum þá átti ég svona 7 til 10 karla grúpu sem að hittist óreglulega og hópurinn gekk í rauninni út á akkurat þetta að spegla, dömpa og vera tilfinningalega til staðar fyrir hvern annan. Og það var alveg margt alveg bara brjálæðislega áhugavert svona út frá kallmennsku og kynjafræði pælingum sem að gerðist þarna og alveg ótrúlega fallegt samband sem átt sér stað en það voru svo fáir sem að sko þorðu að bara algjörlega opna sig hleypa öllum svo nálægt sér að að þú ert berskjaldaður af því að trendið er bæði sem að ég hef séð hjá sjálfum mér og hjá þessum hópi vina minna er að þegar ég er að díla við vanmáttin, þegar ég er að díla við erfiðleikana og ég er ekki með lausnina
þá veit enginn af því en þegar ég er búin að komast yfir það þá er ég til í að segja ég var alveg í hakkinu í hérna síðustu viku maður það var allt í eitthvað svona okay. Það er trend og ég held að sé einmitt mjög mikilvægt að þegar við höfum ekki svörin og þegar við erum vanmáttugir og litlir í okkur að þá líka hleypum við einhverjum að og segjum frá því, ekki endilega til þess að fá einhver verkfæri og ráð og eitthvað bara til þess að tengja ég held að það skiptir máli eða ég held það ekki, það skiptir máli og í dag, þú veist, er ég ekki í þessum hópi í dag er ég ekki í neinu svona að því ég er að svara sjálfum mér og spurningunum minni sko, hver er Hulda bara, kona mín, er hún eini, er hún man-keeping, þú veist ég held ekki vegna þess að ég er hjá sálfræðingi ég held að sálfræðingurinn minn sé þetta. Þú fær að dömpa á hann já. En hins vegar auðvitað tökum við alltaf reglulega bara bæði erum við svona að dömpa einhverju shiti á hvort annað bara sem við upplifum eða sjáum og þá er það yfirleitt svona eitthvað vinnutengt eitthvað feminist. En er það bara svona pirringur og svona eða er það í einhvers konar hvað ég segja, leynt eða ljóst í einhvers konar þeim tilgangi að það er skil í einhverju svona hlutverki er þetta hvað er að reyna að segja maður er það meðvitað hjá þér þegar þú ert að gera þetta svo að tala að þú fáir eitthvað út úr því eða bara það að þú þarft bara að segja þetta við einhvern bara að því þú ert pirraður og langar bara að láta einhvern heyra hvað allt er ómögulegt eða er þetta meira back and forth? Já, sko ég held þetta sé meira þegar að sko ég er að tala eitthvað svona emotional bagga eða eitthvað sem ég þarf svona létta á mér með við erum að tala þetta tilfinningalega, andlega kannski félagslega að ég held að ég og Hulda séum að mörguleiti þó að hún eigi 2-3 góðar nána vinkonur sem hún heyri reglulega í og náttúrulega systir hennar er mjög náin henni líka þannig að veist, hún er með mjög svona virt svona net virkar en ég hef að þá erum við samt sem áður bæði svolítið svona þessi tilfinningalegi stuðningur og þetta svona eins og ég skil man-keeping við hvort annað, ekki man-keeping en þetta innihald sem er þarna ég man ekki spurninguna en ég held að hún tilgangur í þessu? Já, tilgangur í Er þetta back and forth samtal eða ertu bara að dömpa? Nei, ég held ég sé ekki að dömpa ég held ég sé þegar ég er einhvern veginn að deila að dömpa Já Okay. held að ég er svolítið bara þú veist, ég bara svo pirrar á einhverju það er eitthvað sem fer svo mikið í taugarnar og ég þarf bara að nöldra í einhverjum og ég held að það sé kannski ekki alveg það besta sko. Nei, ég held ekki ég veit það ekki, kannski eftir að nöldra í mér Þú er svo pirrar á mig alltaf Nú? Já, þú veist, þú leiðir mér ekki að nöldra nú mikið sko. Já, segi ég eitthvað við þig Já, ok, sorry ég þarf kannski að mig að hlusta betur Ég náttúrulega Ég held að þetta snúist frekar að ég þurfa að mig að nöldra minna sko. En það er mikilvægt annarkvort Já, en ef það er bara einhver útrás, þú veist, er þá ekki hægt að gera það á einhvern heilnamri hátt, þú veist, ég veit það ekki Já, ég veit það ekki þetta er það er kannski ef einhver sálfræðingur að hlusta þá kannski er eitthvað annað Ég vil bjóða mér upp á ókeypis símaráðgjöf endilega hringdi í mig ef einhver er að hlusta Já, ég ætla að klára með það sem ég held að ég og Hulda gerum og ég geri í þessu samskiptu Huldu ég held að það sé speglun og ég held að ég sé oft á þess að segja það beint að sækjast eftir því einhverju endurgjöf sem að ég fæ frá Huldu það, já, þú veist þetta skiptir engu máli eða já, ég skil nákvæmlega hvað þetta meina og þú veist, þetta er ósengjant eða eitthvað þannig að ég held að það sé svona helsta
í þessu innihaldi mankeeping sem að ég tengi mest við. Ég var náttúrulega miklu svona meira tindur emotionally og vanmáttugri en ég í dag talandi að leysa úr einhverju flækju og koma svo setna og tala það, en það tengist náttúrulega bara vinnu með sálfræðingum mínum og vinnunni sem að því að ég held að flóknustu tilfinningar sem ég upplifað bara í sambandi með Huldu, þú veist, að vera í ástarsambandi, alls konar kröfur tilfinningulega stuðning og annað sem að mér var megn og ég bara pirraðist þegar ég var krafin eitthvað sem ég skildi ekki og eitthvað svona, að eftir að hafa bæði farið í pararáðgjöf og síðan farið til sálfræðings og bara unnið með sjálfa mig og mína fortíð og nútíð og allt þetta, að þá ég ekki í jafn mikilli flækju með hlutina, þá ég ekki, hvað ég að segja, já, bara strand einhvern veginn og það skemmir náttúrulega ekki fyrir að vera á kvíða- og þunglyndislyfjum. Það svona hækkar aðeins barrierinn að vera, og ég kannski tala það eitthvað tíma seinna, akkur ég á þessum lyfjum, ég hafði ekki hugmynd að ég þyrfti að þeim halda, þannig að það breytti lífið mínu. En þetta var mankeeping, þetta var eitthvað dagsins. Já. Ég ætla að segja þetta gott. Þetta var gott. Takk fyrir. Já, ég að pæla að fá mér eina saltpílu og henda þér fyrir vagnin núna. All right. Er það í lagi? Bingo. Trún á dagsins. Nú ég með svona, ég kom með smá lista af trún og hugmyndum. Wow. Og það sem ég var að gera núna, ég er að velja af listanum. Varstu ekki búin að því? Nei, ég kom inn í svo mikið flæði. Wow. Já. Ég ætla að velja eitt sem að tengt því sem vorum að tala og ég kom aðeins inn á þegar ég sagði að ég væri ekki droslega hrifin af fólki, hluta til þess að hluta til ekki, að sko, mér langar að tala og segja þér frá að ég sko, ég held ég sem alveg rosalega lítið svona félagslegt batteri. Það klárast rosalega hratt. Hvernig klárast það? Ég þarf að fara og hlaða mig sko. Með því að vera bara að fá aðeins að losna úr einhverju svona félagslegum aðstæðum. Ég á til dæmis rosalega erfitt með að það sé mikið af fólki heima hjá mér í rosalega langan tíma. Þú tengir við þetta ekki? Nei, ég bara spegla. Það er alltaf fullt að liði hjá þér. Já, býta aðeins, má ég aðeins skjóta inn? Gerðu þið svo vel. Að því að mér finnst þetta svo fyndið sko, að þú ert svona típan sem að hurðin hjá þér, hún er sko læst. Já. Það er ekki hægt að labba inn til þín. Auðvitað ekki. Það er bara læst. Þú getur bara... Hurðin á mér, hún er alltaf opin, ekki bara framan á, heldur líka svalirna, það eru yfirleitt bara opnar á gátt. Það er fáránlegt. Og það er alltaf svona 15 manns inni á okkur. Já, og þú þekkir ekki helmingina þeim. Nei. Af því að það gengur bara einhver inn á svöðlatunum, þú veist. Já, allavega börnin, þú veist, stundum er bara, hver er þetta? Já. Ég hef ekki hugmyndu það. Já. Og hérna, Galin hegðun. og dóttir mín, 8 ára, sem er mjög gjörn og eignast mjög mikið af vinum, Já. hún er kannski ekki einu svona heima. Nei. Þannig að þetta barn er bara inn í herbergi að leika sér. Það hefur gerst oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Jú. Og hérna, við erum bara eitthvað, kemur bara eitthvað barn og er bara að leika sér inn í þig. Já. Og þú veist ekkert hver þetta er. Jú, ég veit hún býr þarna hinum megin. Já, ég veit. En ég veit ekki hvað hann heitir. Nei. En allavega, og svo bara finnst mér geggja. Er það svolítið að því að hún bara hún kannski er með dóttuðinni og svo bara fer hún eitthvað út að gera eitthvað annað? Já, dóttir mín? Já, hún er náttúrulega, já, hún er bara, já. En hérna, en það sem að ég elska að hafa þetta svona, kaotist og bara allt í öllu og eitthvað, og ég elska að fólk er í heimsókn, kíkir kannski inn eftir vinnu eða eitthvað droppar við og er síðan bara í mat. Já.
og ég veit það, þú þarft að fá allavega sólarhrings fyrirvara. Já. Mér finnst það íþingjandi. Nei, Mér finnst til dæmis ástæðan fyrir því og þetta að preppa það sko. að nágranni minn okkar er búin að mæta í mat svona 10 sinnum Já, og þið einu sinni að tvisvar já, er bara þetta. Mér finnst bara of íþingjandi að bjóða ykkur í mat af því að þú ert svo langan frest. Ef ég geti bara sagt sem að þú reyndir einu sinni já. með 10 minna fyrirvara að, þú veist, ef ég geti sagt, herru, við erum með hérna þetta núna, vil ég koma niður? Já. Þið er ekki þannig. Nei, ég meina við erum alltaf búin að, þú veist, kaupi matinn og elda, skilur við. Og hvað eldaru bara Og preppa eitthvað og þú veist. eldaru bara fyrir 2 eða? Já. Þú veist, heldur við sem að preppa mat fyrir auka 5 manns sem er ekki þarna. Já, já. Það er kannski bara Það þyrfti nú einhver að skoða matarsóun á þínu heimili þá steinn. Já, en ég allavega, þetta er munurinn okkur, en allavega, þú hattar fólk og hérna Það sem ég ætla að segja er að sko, það sem ég á við er að til dæmis, ef við erum með sko fólk sem að kemur í heimsókn utan eða eitthvað og er hjá okkur mjög lengi og kannski gistir nokkra nætur og eitthvað svoleiðis, það þykir mér svolítið erfitt af því að þá er ég ekki með svona space mitt sko og ég get ekki farið í, og það er annað dæmi sem ég vil tala um seinna en það tengist þessu og það er ég tek bara fyrir langan tíma svo ég sé ekki að spoila því sko. Ég tek því þegar hlustundur eru búin að gleyma því og það er svona það kallar revenge bedtime procrastination. Það þýðir í rauninni að þú sko ert ekki búin að fá svona alone time þannig að þú sleppir því að fara að sofa. Bara alveg? Nei, bara mjög lengi. Bara þegar allir eru loksins, bara, þú veist, börnin eru sofnuð og það er allir bara, þú veist, fannir og allt svona, þá tekur þér þinn alone time. Já. En það er á kostnað nætursvefns. Já. Og það er ekki gáfulegt og það er alls ekki holdt. Ég er svolítið þar, sko. Já, ég er enda það líka. Af því ég þarf bara aðeins að fá svona unwinding og geta gert það sem ég komst ekki yfir daginn. Eitthvað svona lausa enda, eitthvað sem ég er búin að kannski punta niður hjá mér eða teka upp svona talskilabóð. Til sjálfsins? Já, bara svona memo, hei, mun að gera þetta og þetta. Vinna þá? Er það vinna á nóttunni? Oft, en ekki svakalega oft. Eða, þú veist, bara eitthvað svona, hvað sé, bara vaktardæmi, bara, þú veist, hugran byrði, bara, heyrðu, það þarf að mun að gera þetta. Og ég man það bara núna, en ég get ekki gert það núna, og þá tek ég upp svona voice memo, bara, heyrðu, mun að gera þetta, og svo fer ég í gegnum það. Eða ég tek mynd af því, eitthvað svona klikk, og svo fer ég stundum í gegnum fótós, tók ég mynd af ykkur sem ég ætlaði að muna að gera sérna. Ég er eitthvað svona, veist, reyna að halda upp ykkur skipulagi. En sko þú ert kaotískar en þú lætur. Mögulega. Sko, svo verð ég bara stundum svolítið þetta er hljóma vel. Svo verð ég bara stundum svolítið þreyttur á að tala við fólk. Bara, veist, í ykkur reyni eitthvað svona small talk og eitthvað, þú veist, hvað segir þú bara ennþá að vinna saman stað og bla bla bla, og þetta gerir mig alveg geðið sko. Ertu mikið að small talka við fólk? Nei, en svona þegar maður er í þeim aðstæðum sko. Djúl leist mér oft. Ég bara er ekki í þessu. Tölum eitthvað áhugavert eða bara sleppu því. Já. Herðu, ég er alltaf að láta snúst mig þitt trúnó. En ég er bara að tengja. Já, er það í lagi eða? Já. Sko, að því að ég tengi grimt, ég bara hata small talk, ég gera það ekki. Nei. Mér er ekkert illa við fólk eins og þér. Mér er stálega gaman af fólki og vera í kringu fólk og eitthvað. En ég fekk, að því að nú er ég byrjar að vinna náttúrulega á vinnustað. 100 manna vinnustað. Já. Og er að hitta fullt af fólki. Og daginn var ég, reyndar fyrir einhverjum vikum að mannum, var ég svona, það er allt daginn eða var fyrir innan 5 ár. Ok. Þá var ég svona partí eða svona staffa einhverju dæmi og þá kemur ein kona og bara eiginlega bara húðskammar mig fyrir að vera sko óaðgengilegur og leiðilegur. Gott að þig.
og ég svona wow, veitu hvað, og þá sem sagt hún alltaf svona geðið tress og glöð og kátt og eitthvað svona og alltaf að segja hæ og góðan daginn og eitthvað hvað er frétta og eitthvað svona og stundum bara segi ég ekkert á móti, segir hún eða svona eitthvað í vinnunni já. Hittumst á göngurum eitthvað og ég er svona fyrir að hugsa, já ok og ég myndi eftir einu atviki þar sem að við mættumst og mér fannst ég vera búin að segja góðan daginn við hana og ég var að leiðin eitthvað þannig að ég var einhvern veginn svona ok, þannig mannski sem ég helsa ok, ég held áfram. Það fer ekkert að hlaða í annað góðan daginn. Nei, það er fáránlegt. Þannig að frekar sleppja að segja góðan daginn heldur en að gera það tvisvar. Sammála. Já, þannig að hún var mjög ósátt við þetta og ég er svona ok, herru, ég þarf kannski aðeins að steppa þetta upp og núna áttum að því að ég er á stórvinnustað og þú veist, ég þarf að gefa meira af mér, svona socially. Já. Og ég hata það. Reynar að gera með þetta. Sko, tengir við þetta að því að núna var ég líka á, þú veist, ég hef unnið á stórum vinnustöðum þó sem ég ekki gert það lengi þá einhvern veginn svona sjálfkrafa bara veljast svona ákveðnir einstaklingar sem ég er á þessu levelu við smóltóki? Já, bara svona hvað sér og er svona eitthvað gantast í eða eitthvað svona það verða bara, ég veit ekkert af hverju það gerist það verður bara svona ákveðnir það er bara einhver svona tenging sem er ekki meðutuð hausnum á mér sko Já. Og það kemur eiginlega bara strax og svo sumir sem ég bara finn enga tengingu við og fæ ekkert ánægilegt út úr samskiptum við og ég bara er einhvern veginn þannig að ég nenni bara frekar takmarka að vera að leggja á mig til þess að viðhalda ykkurum fronti sem að er aldrei að fara að vera meira en bara það og eitthvað kurteisis hjal og eitthvað þannig. Ég bara er ekki þannig gerður ég bara hef ekki hugrana orku eða tíma í þetta og fyrir vikið þá er alveg hellingur af fólki sem heldur að ég sé alveg hundleðilegur Já, hrókafullur og hafa engan áhuga á að tala við það sem er reyndar rétt en sko en kannski svolítið svona á öðru leveli sko það er ekkert vont á bakviða það er ekkert illkvitin hugsun á bakviða þetta er bara ég bara nenni sig Ég bara nenni ekki að tala við þig Nei, ekkert persónulegt, bara ég nenni ekki að tala við þig Vist, þetta er oft bara svolítið þannig sko. Já, mitt Svo er ég líka bara ég held, tengt þessu svona félagslega batteri sko. Ég er bara ekkert góður í þessu sko. Og af því að náttúrulega ég hef svo lítinn áhuga á þessu sko. Og ég er oft svona stend með því að hugsa bara heyrðu, þessi var að spyrja mig helviti mikið eitthvað þetta og hvað ég var að gera og hvað ég var að vinna við og nú þarf ég að gera það sama í hina áttina og þá eitthvað svona, já, hvað segir þú? Hvað gerir þú? Tjöfulega leiðilegt það er alveg sama hvað fólk vinnur við sem ég eftir að hitta í einhverju einu matabóði aftur eftir 7 ár, skilur Það ekki? Þetta er alveg sko geðveikt að því ég tengi bara algjörlega við þetta Já okay. En þú reynir að fronta þetta Ég er eiginlega bara í uppgjöf Ég nenni ekki Nei, veistu ég er bara aldrei í svona aðstæðum Nei Og þegar ég er í Þú ert bara alltaf á tenni Ég er bara á tenni Nei, en það er náttúrulega Þetta er Ég vann síðast á vinnustað 2017 Síðan hef ég bara verið að fara með fyrirlestra og er í einhverju svona dæmi, einhverju missjóni og þar er bara verið að tala þú veist mín málefni Já, það er ekki margt þetta sko, það er allt annað Já, þá er það ekki small talk og þetta tengist líka einu sem ég ætlaði að koma inn á með þetta er að sko eins lítið og ég hef kannski vilja til þess að eins og bara basically, ég ætla ekki að vera að endurtaka bara það sem við erum búin að tala hingað til ég get kúplað það alveg út og ég get tala við þú veist 100 manns í víkslu eða eitthvað
Já, og bara, þú veist, athygli allra og bla 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 og ná til allra og lesi salin, fatta hvað þeim finnst fyndið, hvað ekki, fatta hvenær er áfærin og einlega nótur, hversu djúft og svo kolli ekkert mál, bara í einhvern x tíma og það sem er vist furðulegast finnst ég ekkert þreyttur eftir það, ekkert svona emotionally drained eftir það ef það er í svona performance en ef ég er bara ég já, og við erum bara hérna saman í koktelboði á vegum franska sendiráðsins hann er nýðis ekki nei, það er náttúrulega nema reyndar að ég hitti Boga Boga. já, ég hitt hann í svona Boga Ágústsson Já, þú hittur hann í franska sendiráðinu. já, bara legend Já, þetta var svona eins og að bara hitta, þú veist, eitthvað uppáhalds fótboltakalli minn eða já, sem ég há ekki, sko, starstruck tók mynd á okkur saman en hvernig ferða með þig þessi til dæmis berskjöldun, þessi þættir okkar, já, hvernig fara þeir með þig? hvernig þá? Bara svona félagslega, svona andlega batterið. Hefur ekki pælt í því? Held að það hafi lítil áhrif Af því að hér eru eiga samtöl, já, stundum eitthvað sem að þú gespar yfir. já, en það er kannski sko ég held að geispa ekki þegar mér finnst eitthvað leiðilegt Nei, ég bara geispa þeim alltaf súrunni og því ég þreytur skilur. og, en ég held að það tengist þið líka sko að þú veist, ég hef áhuga á þessum samræðum sem við eigum skilur. já, ég hef áhuga á hérna öllum einhverjunum og trúnóunum sem hafa nema komið einu. jú, ég hef alveg áhuga á hérna flokkun áa á Íslandi en það var bara svolítið óvænt Já, að sko Dragár, Lindár og Jökulár hver manni getur því en sko og ég líka en að ég er berskjölda að fatta núna kannski tengist þetta bara svolítið aðstæðum sko þú veist, ég veit bara nákvæmlega hvað ég er að fara að gera þegar ég kem hinga og þegar ég kem inn og ég veit nákvæmlega hvað aðstæðanir eru og ég veit bara að þetta er í x langan tíma og svo er þetta búið en þegar þú veist ykkur svona boði eða þú veist fyrir út að borða með einhverjum hóp þá veist ekki nákvæmlega þú veist, hjá hverjum er að fara að sitja hvað verður þetta lengi, hvað þarf að bíða lengi til matnum, bla 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 það er kannski svolítið það sem er óþægilegt það verður ekki við in control já, og stundum og í flæðinu þetta, ég held, sko, einhverju kallar hljóta tengja við þetta stundum þá fer ég bara á klóstið ha? þó ég þurfa ekki að fara á klóstið Í alvörunni? já, ég þarf bara nennir ekki, ég bara aðeins bara bara flýja aðstæður, þetta er ekkert annað skilur Vá, þetta er tengir ekki við þetta ég myndi aldrei nei, ég myndi aldrei gera það þá er ég að meina þú þarft ekki á klóstið nei, og þannig er ég bara að tala um ef ég er búin að vera í einhverju ógeðslega svona félagslega dreining dæmi í langan tíma og í aðstæðum sem ég finnst óþægilega eitthvað svona, það er bara aðeins að komast í burtu já ég nota hins vegar síma minn ég ætla að vera að segja, ég held að hellingur af fólki fari í síman, ég geri það einhverju leiti og svo einhverju leiti er það bara komið eitthvað fucking bara eins og eitthvað, þú veist, ekki beint vöðvaminni en eitthvað svona heilaminni, bara eitthvað svona ég bara óvart fann að kíkja í síman og ég bara eitthvað, hvað ætlaði að gera? Ég ætlaði ekki að gera neitt ég er bara eitthvað komin inn á þú veist, sjálfkrafa bara eitthvað blablabla, eitthvað skoða vísi eða rúf, þú veist, hvað maður að gera já, einmitt eða tekka hvort einhverja mögulega sent manni skilabóða á einhverjum miðli eins og það liggi eitthvað á því sko. Einmitt nei, ég tengi hart við sko þetta að meika ekki en já, small talk ég held að það tengist líka þessu að því að það er fátt sem hræði mig mikið og aðstæður sem eru með svona óvissufaktor já eins og þegar ég fór í óvissuferð í vinnunum minn daginn já Nei, þetta var ekki óvissuferð
En Ok. ég held hún hafi samt heitið það. En samt vissu við hvað vorum að fara að gera. Ó, þetta var vissuferð. Já, það var vissu og vissuferð. Nei, það sem ég vissi hins vegar ekki var, byrju, ég er að fara að mæta í hufinu, en hvar hittumst við? Þú veist, hittumst við bara á ganginum eða inn á kaffistofu? Eða byrju, hjá hverjum sitja í rútunni? Akkurat, það er þetta með aðstæður sko. Og ég fari svona þegar ég var að kenna sko. Og yfirleitt fór ég ekki að þeim varst það svo óþægilegt. Stundum þurfti ég að fara af því að það var bara eitthvað félagsleg pressa og við verður að koma og við strákanir og bla bla bla. Það sem ég gerði stundum er að ég talaði við sko skemmtinemdina eða þar sem var skipulega geta bara hvar endu við Ok. og er rútuferð eða þú veist get ég látið sækja með þangað af því að og nú kemur eitt sem að ég glemdi að nefna áðan og er bara að fatta núna mér finnst ógeðslega óþægilegt þegar að fólk er orðið vist ölvað af því að ég er það aldrei og leið og fólk er farið að detta á eitthvað svona drunken trúnó við mig eða vill að ég koma að dansa Já. þá vil ég vera farin Já. ég vil vera farin áður en að samkvæmið að koma á þetta stig Já. og þá fórst mér alveg þú veist, ég fæ bara svona klíu ef við hugsaum að vera í einhverju þannig aðstæðum í einhverju safnaðarheimili og býða eftir að allir vera heim í sömu rútu Já, vá. ég myndi frekar labba heim Já, einmitt. Hérna, já, þú dansar ekki. nei ég dansaði tango við konuna mína þegar við giftum okkur Ok. og það er einskipti sem ég dansa ofinberlega Já, það þarf eitthvað að greina okkur, sko, því að við erum báðið dálítið stífir og svona ferkantaðir og in-control týpur sem dansa ekki. Ég bara get ekki, bara einmitt í einhverju partí og allir að dansa, bara nei. Heyrðu, Nei. strákur með 5 ára Já. hann er með hún finnst alveg ógeðslega gaman í stoppdans Ok. og við erum stundum í stoppdans heima Já. og við erum bara að tala um bara ég, Já. hann, kona mín örsjaldan dóttir mín líka sem er unglingur ég verði eiginlega bara sjálfsveðudagur í því ég var bara erft með það sko. Já. ég er svo gössanlega krumpaður þegar kemur að þessu sko. Þetta er eitthvað þetta er nefnilega eitthvað sko. það er að kíkja á þetta. Já. Herðu, þetta var svolítið skemmtilegt. Já. Fólk sko svo finnst mér nefnilega sumt fólk mjög áhugavert og ég fæ ekki þennan svona leiða á umgangast að nema að það sé einmitt eitthvað hvenar ætla þau að fara eru þau að fara að gista og þegar það er mikið af fólki og þá held ég þetta er eitthvað svona tengt þessum aðstæðum sko. Ég held þetta sé líka tengt þessu krumpi sko. Já, þetta er krumpið Ég held þetta sé kannski, ég held í grunninn krifið þetta, krump og aðstæður þá er þetta krump. Já. Þá held ég þetta sé kórkrump einhvern svona kórkrump ef við ekki að fara kík í pókan kík í pókan, ertu með pókan? inn pókan Já, kík í með pókan. Pókin er kominn. Það er verið að grams í honum. Ég er hérna svolítið miðanum við búið að komast í það eitthvað út í hotnin einhvern veginn. Svona, Sjá það. það er svolítið meiri í honum en hér. Sjá. En ég ætla samt að nýta tækifærið Já. og segja við fólk sem er að hlusta sendi okkur endilega áskorun eða viðfangsefni eða whatever sem við tökum fyrir og það er heldur bara best að senda okkur enga skilaboð á 2 kallar á Instagram. Já, eða skilabóð bara. Já, Það má. er það ekki það sama? Skilaboð, enga skilaboð? Jú, þú veist á 2 kallar eða bara okkar prívat. Já, eða prívat, já. Ég er alveg til það. Og endilega að skella í sko
hvort það á að skrifa nafnið eitthvað undir eða hvort það á að skrifa eitthvað annað. Já, og við sem sagt núna les Haukur hérna með það frá einhverjum. Hérna, er þetta bara ég að voru við búið með það? Á ég lesa fyrir þig? Já. Þið eru að fara á ströndina með börnin. Hvað þarf að taka með? Og undir þetta skrifa kanarífuglin. Nei, við höfum ekki okay. Hérna, kanarífuglin, ég þykist nú vita hver þetta er. Það ekki. Nýbúin og kanari. Já. Sko, mann sjá já, ég ætla að segja að við höfum núna Þetta er hlustandi á fjarlægri ströndu. Mér finnst það ansi líklegt. Já. Sko, án þess að við viljum vera að koma upp á það því hann skrifar undir dullarni, sko. Já. Þið eruð að fara á ströndina með börnin. Hvað þarf að taka með? Starta tíma. Herru, við höfum 5 mínútur til þess að ræða þetta. Já. Og nú er svolítið gaman. Já, þú ert nú þú með reynslu. Já, þannig að ég er að spá hvað er langt síðan að þú fórst á ströndina með börniðin? Það var sólarströndina. Það var einmitt í eina skiptið sem ég hef farið á ströndina. Já. Í lífinu. Ok. Og það var á þessu ári, í febrúar. Já. Í Flórida. Ok, ég skil. Af því að ég bara, mér hryllir við tilsönni að fara á strönd með bara, og bara liggja þar eða, þú veist, gera sandkastala með börnum, bara hræðileg hugmynd, ég skil ekki hvað þetta er til hug. Sandurinn fyrir á milli tánamanni og ég veit ekki hvað. Já. Þetta er svo hress. Við erum búin að eyða næstu mínúti í þetta. Sko, já, ég skal bara fara yfir þetta. Það er augljóst hvað við þurfum. Við þurfum skóflu. Við þurfum fötu. Við þurfum svona dæmi sem er svona pressar honni og þá kemur fiskur eða kolkrabbi, nei, hvað er þetta? Krossfiskur. Og við þurfum handklæði og við þurfum veitingasala á ströndinni. Er þetta svoleiðis? Ef ekki, þá þurfum við helling að drekka. Og við þurfum orkumikið hérna næsti. Og við þurfum sólar hérna vörn. Hvað meira? Þú veist, jú, maður tekur með sér bók en þú myndi ekki að hafa tíma til að lesa. Þú ert að fara með börnin, sko. Þú tekur með þér inniskó eða svona sandala eitthvað. Ég býst við að maður fá eitthvað svona stól og sólhlíf, ég veit það ekki. Nei, ég myndi ekki búist við því. Ef þetta er svo liströnd. Það var þannig að ég fór hana. Já, nú fór ég nefnilega nokkuð oft með börnin á ströndina. Og hverju gleymdirðu? Stundum glemdi ég sko opnum ís í kerrunni hjá dóttur minni. Þannig að hann bráðunaði svona onni í kerruna. Það er ekki gott í langan tíma, sko. Nei, en það varð svona, já, það var einmitt þessi staðalbúnað sem hún nefndi fyrst sem er svolítið fyndið, sko. Það er þetta með skóflurnar og föturnar. Já. Það er eiginlega algjör líkilatriði þegar maður er að fara á ströndina. Það er eiginlega líkilatriði að vera með kúta líka, þrátt fyrir að börnin kunni svona semi-að-synda. Bara að því að ef það eru öldur, þú vilt helst ekki, þú veist, týna barninuðinu. Helst ekki. Já, þá getur kannski fyrsta lagi að fara að slæka eitthvað á ströndinni. Góð búndur. Svo grínust nú með svona atburði sem sko, hérna já, það er gríðarlega gott að vera með aukaföt að fengir reynslu að sko mæta ströndina hvort sem að krakkarnir eru í sundfötunum sínum eða eru í venjulegum fötum og fara í sundfötin, allavega að hafa föt þannig að þau geti farið úr strandafötunum og dusta sig aðeins og farið í önnur og svo blotnar þetta í gegn þegar við sundból eða eitthvað innundir farið annað yfir stund, það blotnar í gegn nei, gott að vera með þurrföt. Já, ég er að segja það, aukaföt, þurr skilur, af því að þetta blöta og ferður úr því. Akkurat. Ég fór hins vegar á strönd þar sem að því það er alltaf svona hægt að skóla sig á öllum ströndum. Er það? Já, skóla sandinn úr hérna draslinu. Ég fór á eina strönd. Það virkar aldrei vel, af því það svo stígur bara niður og það aftur
Nei, það er svo langt sem þú fara á strönd og bara fara á eina strönd. Þetta er svo Á glötu pæling. Tenerife þá eru skólgræðurnar á svona svæða sem þú þarft ekki að stíga í sandin aftur. Þetta er yfirleitt á malbyggi eða á einhverju svona þannig að þú stígur ekki í sandin aftur. Þetta er mjög gott. Á einni strönd var þetta ekki, þannig að ég labbaði í svona kílómetr í inniskóm, allur í sandi og þetta var ömurlegt. Þetta var hræðilegt. Þannig Ég að held að ströndin væri mjög næs eða væri engin sandur á henni herðu, og ég fór á helst engin sjór. Já, þá heitir það land held ég. Já, það væri næs. Já, fór á land. Já, Herru, það eru 30 sekúndur eftir. já. Ég fór á eina strönd eða tvær, margar þar sem að var sko bara steinar. Gekka. Afsakið. Halleluja. Nei sko bara grjót. Já. Og sú strönd virkaði sem einhvers konar slökunarsprauta á börnin mín öll. Þau voru bara sennuð, þau sátu á steini og voru bara að chilla. Og hlusta bara á sjóin. Já, herru, tíminn er búinn og ég held að þið séuð einhverju nær hvað þarf að taka með sér. Við gleymdum ekki neinu. Nei, við við tókum erum öll með börnin það með okkur og þau voru bara drullu sennuð. Allt á hreinu. Hvernig líður núna að vera komið tilbaka og við byrjaðir aftur og allt komið á fulli sving og... Bara gegja það sko. Við erum með eins og pælingar framhaldið sko. Já. Þurfum að fara að prófa eitthvað af þessu sem erum búin að vera að kasta þess að milli okkar. Já. Það er spennandi að sjá hvort að það verði flopp eða skemmtilegt. Já, ég er líka mjög spenntur að hlusta yfir þennan þátt af því að markmið mitt fyrir þennan þátt sem ég sagði við þig fyrir upptöku Bara var að reyna að hætta eins mikið og gæti þessum helvítis híkorðum. Já, bara sko hérna Ég pyrra mig ekki á þig sko bara ég vera þessi fjandans híkorð, það er svo erfitt að þegja í staðin fyrir að segja bara hérna sko bara erfitt að þegja yfir höfuð. Það var gaman að vera með þér í dag. Já, ætlaði að fara heim að þegja einn.